Íbúum Svalbarðsstrandarhrepps hefur fjölgað umtalsvert sem þýðir meðal annars að ný íbúðarhús rísa nú í 9 hverfi á Svalbarðseyri og áhuginn umtalsverður. Hreppurinn ákvað að ryðja veginn í þessum efnum og byggja 2 raðhús með 4 íbúðum sem seldar á almennum markaði. En hvers vegna hreppurinn sjálfur að standa í húsbyggingum? Það er von og spyrir. Það að byggja nýtt hverfi hérna sem örlítið fyrir norðan hverfið á Svalbarðseyri sem eru núna 2 götur og til að sýna og bara koma verkefninu á stað þá var ákveðið að sveitarfélagið myndi byggja 2 parhús sem við erum búin að byggja núna og erum komið með íbúðir í sölu, byrjuð að selja og þetta var svona skrefið að taka til að koma verkefninu af stað. Þannig að þið eru svona frumkvöðlar í hverfinu hérna nokkurn veginn? Það má segja það, já. Hvernig gengur að selja? Það gengur vel. Eins og ég segi, við erum búin að selja 2 íbúðir af 4 og erum í rauninni ekkert byrjuð að auglýsa af alvöru. Þannig að við bíðum bara spennt og svo heldum við vonandi áfram með hverfið hérna upp brekkuna næsta sumar og eigum lóðir sem við erum að fara að auglýsa líka. En þetta er svona fyrsta skrefið, það að hafa hús hérna, fá íbúa, ganga frá götunum, ganga frá hverfinu, þannig að það sé snyrtilt og fólk hafi trú á því sem við erum að selja. En kostnaðarlega það væntanlega einhver hagkvæmni sem næst fram með því að byggja fleiri en eina íbúð. Njóta kaupendur þess væntanlegir? Já, íbúðirnar eru seldar á kostnaðarverði, svona rétt það bil. Við teljum okkur vera að borga aðeins með þeim, en það er ekki það mikið að við séum hafa ágjörð því. En það er alltaf hagnaður hagkvæmni að geta byggt aðeins meira og fleiri íbúðir heldur en eina. Það er bara eins og það í hlutarins eðli. Björg segir að vandað sé til verka varðandi byggingu íbúðanna. Við búum svo vel að við eigum verktaka hér í sveitarfélaginu sem hefur byggt áður fyrir sveitarfélagið og hefur mjög góða reynslu á honum. Hann byggir vel og vandað. En hverfið hérna, þið gerið svolítið út á útsýnið? Já, og þú bara lítur í kringu og sérðu af hverju. Hér sem að bátana vera að sigla inn og hér tjörn með fuglalífi og tún hérna við hliðina sem við erum svo heppin, það ekki búið að dreifa mikið á það akkurat núna, það eru kannski eftir hádegið. En hér eru bara mikið lífsgæði fólkin fyrir þá sem vilja vera nálægt náttúrunni og njóta útsýnis og þá er þetta rétti staðurinn. En þetta nýja hverfi sem hérna rís, mikill áhugi? Já, við höfum fundið fyrir þó nokkrum áhuga. Við erum lítið sveitafélag, við þurfum að taka þetta í nokkrum skrefum. Þetta er svona fyrsti áfanginn sem við erum að klára núna og það eru þessi hús sem sveitafélag að byggja plús síðan hús sem einstaklingar að byggja hér í næstu götu. Og svo heldum við vonandi áfram næsta vor og eigum þó fleiri lóðir til að selja. Bara þessa stuttastundi sem við höfum staldrað hérna við, þá hafa 3 eða 4 bílar keyrt hérna og hægt fram hjá greinilega bara að skoða. Já, og það er bara föstudagur núna, seinnipartur. Það er mikil umferð hér á kvöldinu helgar, fólk forvitið. Og þess vegna líka svo gott fyrir sveitafélag að hafa farið á stað, byggt sjálft, þannig að við erum örugg með það eitthvað fyrir fólk að skoða þegar kemur og að forvitnast. Björg segir að sveitafélagið sé vel undir það búið að íbúum fjölgi. Innviðir séu góðu lagi, svo sem grunn- og leikskóli. Húsnæðislega séð þá getum við fjölgað bæði í grunnskólanum og leikskólanum. Ansi mikið, þannig við erum alveg í stakk búin til að takast á við allavega fyrsta áfangan og annan áfanga. Svo getum við þurft að fara að skoða framþróunina síðan áfram. En hér að koma margar fjölskyldur sem okkur líka náttúrulega mjög vel. Við erum að taka á móti börnum frá 9 mánaða aldri á leikskólan. Þannig að og svo tekur grunnskólan við upp í 10. bekk, þannig að hér gott að ala upp börn og gott að vera. Og engin biðlisti til dæmis á leikskólan? Nei, við tökum á móti öllum börnum.